Lárus, stórsigur á móti Stjörnunni í leik 3, hver er svona tilfinningarnar? Bránaður. Þetta var svona bara skemmtileg stund hérna í Gleisjalhöllinni. Gríðarlega ánægður með stuðning áhorfenda. Ég held að þeir hafa skipt sköpum. Það gaf okkur svona einhver svona vítamín innspýtingu sem gerði mönnum kleift að henda bara upp einhvern veginn og það fór ofan í. Þið skorið alltaf hellinga stigum, er þetta svona framistöða upp á 10 sóknarlega? Já, ég get ekki beðið meira heldur en þetta. Við erum að passa boltann vel, við erum að deila boltanum vel, þannig að þetta er ekkert að koma eftir eitthvað einstaklega framtak. Ég held að boltinn er búinn að ganga vel og já, þeir voru að standa sig bara nokkuð vel strákarnir. Það var eitthvað smákafla sem vorum aðeins svo mikið að spila eins og handboltalið. Við vorum allir 5 fyrir utan þryggjustaðarlínuna og vantaði kattakorfuna. Finnst þér vera svona lykill í þessu að byrja að fara inn í teig og svo aftur út? Ég finnst bara lykill að við höfum eitthvað rimþrætt. Það er alveg saman hvernig við gera það. Hvort við dragum á körfuna, köttum á körfuna og sendum hann inn. En það er lykill að hanga ekki allir fyrir utan þryggjustaðarlínuna. Hvað finnst þér svona útskýra muninn á þessu liðum í dag? Í hálfleik var ekkert rosalega mikill munur á liðunum og bæði liðin voru að hitta gríðarlega vel. Í seinni hálfleik þá náðum við bara stoppum í þriðja leikluta og við héldum áfram að hitta og þeir klikkuðu á sínum skotum. Það var kannski munurinn og mér fannst við kannski vera aðeins ferskari, ég veit það ekki. Mér fannst kannski voru þeir aðeins þreyttir á löppunum, þess vegna voru þeir stuttir á þryggjustaðarskotunum sínum. Kannski ykkur smá þreytið af þeim. Þeir voru náttúrulega í 5 leikja seríu á undan. Það kannski hjálpar ykkur að þið spiluðu færri leiki? Já, það gæti alveg gert að þú getur farið að telja núna þegar lengra líður á seríunni. Þú veist, leikur 4 í Garðabæri næst, hvað þú þarft að gera eitthvað annað í þeim leik? Er þetta bara sama aftur? Við þurfum bara að halda fram að spila okkar leik. Við mögum samt ekki vera neitt værukæri þó við vinnum stóra sigur í kvöld. Það telur ekki neitt og ég myndi segja að fyrir okkur, pressan er okkur að vinna í aðstæðum. Þú komst inn á stuðningsmennina í byrjunni, þetta hlýtur að breyta bara öllu. Þetta skiptir náttúrulega öllu, við vorum hérna og svo vorum við einhverja veifur, þetta var eins og var á þýskum handboltaleikjum, þannig að það var góð stemning. Þessi lúðrar fara smá í töðunar mér, það fara ekki til töðunar þér? Nei, og ég bara hrósa stuðningsmannaliðum beggja liða og ég tók eftir í Ásgarði að það er svona, hérna eru menn ekki að öðra hvort öðrum í að fara í slag eftir leik, heldur eru menn ekki að reyna að búa til góða stemningu í leiknum saman og það held ég að sé tilgangur góðra stuðningsmannasveita. Gerir þetta miklu skemmtilegra? Bara miklu skemmtilegra og sérstaklega þegar báða sveitirnar eru á fullu og ekki peppa hvern annan og jafnvel tróma saman og tralla saman. Takk fyrir þetta, gangið vel. Takk.